Vítamín eru bætiefni sem við tökum til þess að bæta hjá okkur fæðuna og líkaminn þarfnast vítamína í alla efnaferlana sem að fara fram í líkamanum. Vítamín skiptast í tvo hópa, það er að segja vatnsleysanleg vítamín og síðan fituleysanleg. Þau vítamín sem eru vatnsleysanleg eru aðallega B- og C-vítamín. Það að þau eru vatnsleysanleg þýðir að þau skolast út með þvagi. Ef við borðum of mikið af þeim, þá pissum við þau hreinlega út aftur. Þessi vítamín stoppa stutt og þess vegna þarf maður að borða þau reglulega. En það er almennt þannig með vítamín að það er best að borða þau bara í matnum sem við borðum. Við þurfum voða lítið að borða af aukalega vítamínum. Það er einu undantekning þó. Fituleysanlegu vítamínin eru A-vítamín, E-vítamín, D-vítamín og K-vítamín, svo eitthvað sé nefnt. Þessi vítamín þau stoppa miklu lengra. Við notum þau í alls konar uppbyggingu, til dæmis er D-vítamín nauðsynlegt til þess að byggja upp bein. En þau losna ekki svo glatt út úr líkamanum ef við borðum of mikið af þeim. Geta safnast upp og þau geta valdið eitrunaráhrifum. Eina vítamínið sem við þurfum að borða aukalega er D-vítamín. Vegna þess að í flestum löndum þá fær fólk D-vítamín með sólarljósi, það er að segja húðin nær að nýta sólarljósi til þess að búa til D-vítamín, en hjá okkur er svo lítið sólarljós, stóran hlutur ári, þannig að við þurfum að taka D-vítamín aukalega, hvort sem við gerum það með því að taka lýsi, drekka D-vítamín bætta mjólk eða hvorutveggja, hægt að taka þetta í töfluformi. Við þurfum eitthvað D-vítamín aukalega, en önnur vítamín þau eigum við ekki að þurfa að taka aukalega, svo fremi sem við borðum heilbrigðan, fjölbreyttan mat. Það sem við erum að gera með því að kaupa dýrar vítamíntöflur á borða, við erum oft annarkvort að setja okkur hreinlega hættu á eitrunaráhrifum og við erum leið að gera pissið hjá okkur bara aðeins dýrara.